við ákváðum brúðkaupið okkar bara með 3 mánaða fyrirvara. Og vorum bara eitthvað, giftum okkur út af, þú veist, við ættingja sem búa erlendis og það lendi þannig að allir voru að koma heim jólin 2024 og við bara ákváðum að henda í bara trublað brúðkaup og svo vorum við bara svona, þú veist, það var ekkert svona nælt eftir það. Nei. Þú veist, svo bara einhvern veginn var bara að fara í skólan og ég að vinna og þú veist, bara einhvern veginn árið byrjaði svolítið að krafti. Svo bara svona kannski vorið þá fórum við að hugsa bara, vá, hvað væri gaman, þú veist, á svona ársbrúðkaupsafmælinu okkar að, þú veist, bara svona dreifa gleðinu svolítið og geta farið eitthvað í smá tíma og það virkaði svo vel hann jólin, bæði það svona svolítið róleg tíð fyrir mig sem plötusnúður svona auðveldar einhvern veginn að búa til frí og bára í skólanum líka í alveg 4 vikna frí og þá vorum við bara eitthvað svona og þú veist, mér fannst svo að því líka bara ég hafði aldrei farið í neinn svona ferðalög, mér fannst svo ótrúlega erfitt að vita bara hvar ég ætti að byrja skilurðu bara hvernig á maður að gera þetta, hvað þarf maður að vita og allt þetta og þessin ákveði líka bara heyri Rebekku og það var svo geggjað út af því að þú veist, það er bara svo gaman að geta tala þetta við eitthvað sem bara veit og getur svolítið útskýrt fyrir manni og bara og þú veist, ég held að maður sé svo gjarn á að mikla hluti svo mikið fyrir sér þú veist, þetta eitthvað svona, bara eins og til dæmis bara það að gifta sig, skilur, mann heldur að sé eitthvað svona meiri háttamál og maður verður að plana hvert einst smáatriði og að fara eitthvað á eitthvað framandi stað að það þurfi að vera bara einhver ára undirbúningur, skilur en svo það ekki þannig. Þú veist, það einhvern veginn bara svo oft gott að tala við eitthvað sem segir bara, þú veist, já, ég farið þangað og þetta hægt og þetta